Guðni, þú ert með langmesta fylgið ennþá, en sumir segja að þú hafir fengið ósanngjarnt forskot. Þú hefur sagt í viðtölum núna nýlega að strax eftir áramót, þegar Ólafur Ragnar hafiði gefið svar það hvort hann hygðist halda áfram, hann var sagðist ætla að hætta, þá hafi fólk komið til þín og skorað á þig að gefa kost á þig til embættis forseta. Varstu þá þegar farin að íhuga það að bjóða þig fram og þá áður en þú komst hingað í sjónvarpssal og varst frægur í umfjölluninni fréttastofunnar hér Panamaskjölin? Nei, ég var nú ekki búinn að komast að þeirri niðurstöðu að ég myndi bjóða mig fram, frekar á hinn veginn. Ég sagði fólki að þótt ég mæti mikils þennan áhuga á því að ég gefi kost á mér, þá teldi ég að það væri ekki rétt af mér að bjóða mig fram að þessu sinni eins og staðan væri. Og það hægt að finna dæmi það að fólk hafi þakkað fyrir þau svör. En það var reyndar fyrir áramót líka sem fólk hafði áhuga á þessu. En svo breytast hlutirnir og maður tekur ákvarðanir í því ljósi. Maður fær bylgju áskorana og þá breytist staðan, þótt sannfæringin hafi verið söm. Að maður gæti þetta ef maður vildi. Þú varst kallaður til hérna sem óháður álitsgjafi ásamt öðrum og samt var byrjað að skora á þig. Þú sást enga ástæðu til þess að gefa þetta upp? Að ég hafi verið skorað á mig? Já, það var gert á Facebook, þannig að Facebook náttúrulega aðgengilegt ykkur eins og mér. Þannig að þér finnst alveg að þú hafi komið heiðarlega fram gagnvart kjósendum og gagnvart áhorfendum? Alveg um leið og ég ákvað að ég myndi fara í framboð, þá hvarf ég af skjám landsmanna sem álitsgjafi. Það liggur alveg fyrir. Ef þú verður forseti, munt þú beita þér gegn því að stjórnarskráni verði breytt, Guðni? Nei, ég myndi ekki beita mig gegn því. Enda það fólkið í landinu sem breytir stjórnarskráni og fulltrúarnir á þingi sem fólkið kýs. Já, við erum að tala um að beita, þú veist, að þú munt hafa talað við þjóðina, er það ekki? Jú, ég myndi nú gera það. Já. En fyrir grunnhugsunin svo að það fólkið í landinu sem breytir stjórnarskráni og fulltrúarnir sem fólkið kýs á þingið. Þessi spurning svona, ef þú verður forseti, munt þú vísa lagafrumvörpum til þjóðaratkvæðagreiðslu ef tiltekinn fjöldi kjósenda óskar þess, jafnvel þó að þú kunnir að vera sammála þessum lögum? Guðni? Já, ég myndi ætla það, en forseti má ekki láta stilla sér upp í vegg og hann á ekki að segja fyrirfram hvaða afstöðu hann tekur eða tekur ekki til laga sem Alþingi hefur til umræðu. Og farsælast væri að fá í stjórnarskrá það ákvæði að tilskilinn fjöldi kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðis. Það væri mjög skynsamlegt og það er enda þess beina lýðræðis sem við viljum fá á 21. öld. Við ætlum að ræða núna forsetann sem sameiningatákn og leiðtoga. Það eru flestir sammála það að forsetaembættið, að forsetinn þurfa að vera bæði sameiningatákn og líka leiðtogi þjóðarinnar. Það er kannski erfitt að skilgreina hvað í því felst. Forsetinn á að vera leiðtogi en það er ekki allir sammála það hvernig leiðtogi hann eigi að vera. Guðni, ég ætla bara að fá að spyrja þig. Það eru flestir sammála að forsetinn þurfa að geta tekið forystu. Þú hefur reynslu af fræðimennsku og framkomi í fjölmiðlum, en hefur þú einhvern tímann tekið forystu? Hefur einhvern tímann haft forystu eitthvað mál og haft fyrir fólki að segja? Já, það vil ég nú halda fram. Því vil ég halda fram. Reynsla birtist í ýmsum myndum og þegar maður er nálgast 50, 5 barna faðir, þá hefur maður nú haft forystu. Ég hef haft forystu ýmis mál í mínum störfum. Fræði, kennsla, rannsóknir, þetta snýst að leiða fólk, þetta snýst að koma fólki saman, stjórna umræðum, mynda hópa, ná niðurstöðu. Þannig að ég kvíði því nú ekki að þurfa að gera það sama þótt vettvangurinn sé öllu stærri. Og forseti Íslands sem sameiningatákn er einmitt að gera þetta. Hann er að leiða fólk saman, hann er að leiða ólík sjónarmið saman, hann er að hlusta á ólíka hópa. Það er það sem ég hef verið að gera og hefur gengið vel og nýt fylgis núna hvað svo sem verður á kjördag og ég finn þetta, fólk treystir mér, þannig að ég hef ekki áhyggjur af þessu. Þú hefur verið gagnrýndur fyrir að tala niður til alþýðumanna. Já, til dæmis að tala fávísan líf. Það hafa komið fram gagnrýni það. Já, en eigum við að gera þetta? Er erfitt, ég ætla að fá að taka þetta annað, er erfitt fyrir þig sem fræðimann, sem starfar beinlínis við það að svona, hvað ég var að segja, endurskoða viðteknar söguskýringar, svona þjóðernislegar söguskýringar afrek þjóðarinnar.
Er erfitt fyrir þig að bregða þér í hlutverk forsetaframbjóðanda og tala af stolti það að vera Íslendingur? Nei, myndlíkingin, fávís líður, var sögð nánast í sömu andrá og ég talaði fræðimenn í fílabeins-turni. Og þá átti ég ekki við turn úr fílabeini. Þetta var sterk myndlíking. Alveg eins og Davíð talaði fávísan almenning þegar hann var að ræða það að þjóðhagsstofnun var lögð niður á Alþingi 2002. En við eigum ekki að slíta svona úr samhengi. Vissulega það svo að gagnrýnin hugsun aðalsmerki fræðimanna. Og gagnrýnin hugsun á líka að vera aðalsmerki þeirra sem í forystu. Við eigum að vera stolt af sögu lands og þjóðar, en við eigum ekki vera drangsum. Á forseti að útiloka fyrirfram að hitta þjóðarleiðtoga ríkja sem eru sökuð mannréttindabrot af samtökum eins og Human Rights Watch til dæmis? Nei, ég myndi ekki útiloka það fyrirfram. Alþingiskosningar í haust þær verða ekki nema forsætisráðherra leggi fram beiðni þingrof til forseta. Það liggur fyrir að formaður Framsóknarflokksins og hluti þingflokks andvígur kosningum í haust þótt forsætisráðherrann sé þeim hlynntur. Ég ætla að spyrja já eða nei, munt þú samþykkja þingrofsbeiðni frá forsætisráðherra í haust undir þessum kringumstæðum? Guðni? Já, ég myndi ætla það, en það sýnist mér á þessu tilbúna dæmi að það væri ríflegur meirihluti fyrir því á Alþingi og vilji forsætisráðherra skýr. Hvað finnst frambjóðandum að leggja niður forsetaembættið? Guðni? Nei, ekki eins og sakir standa, en hins vegar finnst mér samt að það þurfi að vera stöðug umræðu þetta. Það var ekki að taka neinu sem gefnu í þessu eða öðru sem lítur að æðstu stjórnskipan landsins. Nú langar mig til að fara í svolítið annan gír, tala Ísland og heiminn. Ólafur Ragnar Grímsson sagði hér í þætti forsetaembættið í gær að forsetinn get ekki lengur leyft sér að sitja heima á Bessastöðum. Krafa nútímans væri sú að forsetinn, hann fer heiminn, hann talar máli Íslands á alþjóðavettvangi, sé andlit þjóðarinnar út á við. Guðni, þú talar að forsetinn eigi að kynna land og þjóð erlendis en hann þurfa að gæta hógværðar. Hagsmunir Íslands eru litlir út í hinum stóra heimi og mér langar til að spyrja hver á að tala fyrir þeim svona miklum samfæringarkrafti og stolti ef forsetinn þar ekki fararbroddi? Já, sko, þjóð með sjálfstraust líka með auðmýkt í brjósti sér. Þeir sem hafa sjálfstraust þurfa ekki að trana sér fram eða ganga fram með dramsemi. Við getum vel verið stolt og flutt okkar mál án þess að falla í þann pitt. Þannig að forseti Íslands okkar fulltrúi á alþjóðavettvangi, hann stoltur af sögu landsins og þjóðarinnar, hann stoltur af því samfélagi sem við búum til hérna, þeim sóknarfærum sem við höfum, að við horfum til framtíðar sem við erum alltaf að reyna að gera hérna núna. Og hann getur gert allt þetta án þess að hann sé dramsamur. Þannig að þetta vitum við úr eigin lífi líka. Ef við höfum sjálfstraust, þá þurfum við ekki að monta okkur. Þegar þú talar að forseti eigi ekki vera dramsamur, ertu þá að vísa í einhver sérstök fordæmi? Nei, ekki sérstök. Hins vegar var það svo í aðdraganda hrunsins að við fórum of langt í lofi landsins gagn og nauðsynjar, útrásarvíkinga og athafnamenn sem áttu að vera öðrum snjallari á alþjóðavettvangi og reynslan sýndi okkur að svo var ekki. Þannig að lærum að þeirri reynslu og göngum hægt gleðina dyr. En hvernig myndir þú þá, að því að nú krafa frá viðskiptamönnum og íslenskum hagsmunaaðilum að forsetinn beiti sér á erlendri grundu í þeirra þágu, myndir þú gera það? Ekki fyrir einstaka athafnamenn eða einstaka fyrirtæki, ég myndi ekki klippa á borða við opnum skrifstofu einhvers banka til dæmis. Hvers vegna ekki? Af því að það ekki verkahring forseta. Forseti ofar yfir það hafinn. Ég man að Kristján Eldjárn, þegar hann var nýorðinn forseti, þá fannst honum allt í lagi að vígja Búrfellsvirkjun 1970, stóð þar upp á Hverfli og ýtt á hnapp. Svo reyndar var Heklugos 2 dögum síðar og hann óttaðist hann hefði ýtt á fast á hnappinn. En hann vildi ekki vígja álverið í Straumsvík, því að það var einkafyrirtæki, sagði hann. Þarna stór munur á. Hlutverk forseta gagnvart viðskiptalífinu og íslenskum viðskiptahagsmunum á hann að ferðast heiminn með viðskiptamönnum og jafnvel í boði þeirra til að efla viðskiptatengsl. Það eitt í þessu sem ég heldur við ættum að hafa í huga að við ættum að horfa til þess sem Vigdís Finnbogadóttir hefur gert eftir að hún hvarf frá Bessastöðum. Hún hefur lyft grettistaki í málefnum íslenskra tungu og erlendra tungumála hér heima. Hún hefur skapað sér farveg og vettvang
Ólafur Ragnar Grímsson, sem nú lætur af embætti senn eftir 20 ár, í fullu fjöri og ég held að næsti forseti, hver sem það verður, ætti að veita honum svigrúm til þess að sinna því sem hann hefur gert svo vel, til dæmis í málefnum norðurslóða, málefnum endurnýtanlegrar orku og nýta þannig þann kraft sem í Ólafi Ragnari og verður enn, alveg eins og við njótum krafta Vigdísar. Ég vildi bara koma þessu að. Hvaða spurningu langar þig að spyrja forsetaframbjóðendur? Hvað heldur það sé skemmtilegast við að vera forseti? Já, það er nú ekki flóknar en þetta. Við ætlum sér að spyrja ykkur, hvað haldið þið að sé skemmtilegast við það að vera forseti? Þetta er ein spurning fyrir ungu kynslóður. Guðni? Já, þegar stórt er spurt. Ætla að sé ekki bara það að vakna bjartsýnn og glaður á morgnana og reyna svo að gera gagn.